vlog 2, let's go! Það 5. en ég verð að byrja á því að sýna ykkur hvað gerðist á mánudaginn. Ok, ég bara varð að taka þetta bara strax upp í mómentinu. Ég bara var að klára bara mjög skemmtilegt símtal og þetta bara eitthvað svona það stærstu fréttir eða já, bara ferilsins. En ég var svo sagt að bara officially skrifundir eða já, samþykja ég eftir að skrifa undir hann en bara professional, international samning við Salomon og bara þetta var draumur svo lengi og þú veist, fór náttúrulega í þetta kamp í janúar og til þeirra, sem sagt, í Annecy, Salomon höfuðstöðvarnar og var svo ógeðslega vongóð eftir það að eitthvað svona myndi gerast en ég fekk, þú veist, bara svona lenti svolítið á milli og fekk ekki alvöru samning, heldur bara svona kit og þú veist, ekki fjárstuðning eða neitt en nú það orðið reality. Ég hef bara svona rifjað upp bara eitthvað svona aftur bara. Ég hef aldrei verið að glöðu með eitthvað og bara ennþá svona ekki alveg að trúa þessu. Þannig þetta allavega, já, mjög spennandi tímar framundan. En ég vildi líka þakka kærlega fyrir móttökurnar, viðtökurnar, hvort segir maður. Allavega fyrir viðbrögðin á þessu YouTube. Mjög gaman hvað margir eru búin að senda mér eitthvað, fannst þetta ekki að pepp og eitthvað. Það var alveg mjög gott að heyra því mér fannst alveg erfitt að svona íta á post og posta þessu. Ég hef verið svona algjör introvert sko en já, mjög stolt að sjálfur mér að hafa þorað að fara í þetta og bara spennt að gera meira. En þá kannski bara svolítið aðeins hvernig búið að ganga með recoveryið. Það svona, ég fekk svona smá kannski reality check hann einmitt eftir bara síðasta vlogg var ég hlaup á grasinu hann síðasta miðvikudag og svona fann einmitt bara svona eftir það fór hann auðvitað í hjólatúr eftir það og það var kannski bara svona aðeins of mikið og þá var ég svona á einhvern nátt var svona smá gott að finna verkin að því ég var bara eitthvað svona alltaf að væla í sjúkraþjálfaranum bara eitthvað má ég fara að hlaupa, ég finn ekki neitt til, ég bara finn ekki neitt til þegar ég hleyp ekki og það var svo erfitt að vera að hvíla þegar manni finnst ekki vera neitt að sér. Þannig að það var svona á einhvern hátt gott að vera svona ok, það make a sense að ég sé búin að vera að hvíla og gera allar þessar æfingar, það er ástæða fyrir því. En það var líka smá svona scary að finna verk og vera svona, er ég búin að eitthvað að fara yfir strikið. Að því ég sem sagt var líka búin að ákveða að hlaupa upp að kápunni og sjá hlauparana koma þar og hvetja á laugardeginum og svona finn ennþá meira fyrir þessu þá og alveg bara svona ok, ég var að gera meira en sjúkraþjálfarinn sagði og þetta var kannski óskynsamlegt hjá mér að þú veist, ég hjólaði líka inn í Húsadal, bara frá Hvolsvelli sem var mjög gaman en þetta var kannski svona full mikið álag þegar ég væri að bæta inn hlaupamagninu. Það ekkert grín að vera að hjóla hérna. Mér svona grunar að ég sé að fara einhverja vitlausa leið en ég hef ennþá 3 tíma tæpa, ég er 2,5 til að koma mér í Þórsmörk en það er fallegt hérna en þetta er frekar hægfarið. Já, þú ert að sýna mér hvernig á að gera þetta. Er þetta ávísað að dætti ég fyrra? Ég datt ekki. Heyrðu, enga svona tímaeyðslu, áfram með ykkur. Ég er alveg rugl. Áfram með þig. Ég er alveg rugl. Já, farðu þá hraðar. Hvað er þið bara í ykkur dulleri? Við erum í drúladulli. Hvað? Við erum þá ofsalega bóka fyrir svona 25 km. Ég tók svona ælugossu. Tvisvar þarna. Síðan þá er ég bara... Ok, þá bara
Það bara njótið síðasta leiksins og bara helviti vel gert að klára, sko. Já, bara ég vaknaði við að sjá þig, sko. Það gott. Þetta það er vídeo, eða hvað er? Já, já. Já, ok. Ég sendi þér þetta ef þú hættir að tala og drullar þér í mark. Samlega. En sem betur fyrr það bara, ég mjög svona, líður mjög vel með þetta núna og finna engan verk og finnst bara að vera góður svona stígandi aftur í þessu og mjög ánægð með stöðuna. Þannig ég að fara að hlaupa. Jæja, það að sjálfsögðu beinadrykkurinn. Ég hérna fyrir utan Sjúkraþjálfun Íslands. Ég held að þetta sé bara eina svona Alter G hlaupabrettið á landinu sé hjá þeim. Og þetta svo geðveikt, þú ferð í þetta og svo bara stjórnar hversu mikið af líkamsþyngd þú ert að hlaupa á. Þannig að þetta verður miklu minna högg fyrir fótinn. Þannig ég var alveg að ná að klára að hlaupa bara 16,9 kílómetra. Alveg verkjalaust og það var bara, þetta geðveikt. Ég fór fyrst á þriðjudaginn og núna fyrir annað skipti og tók 5x6 mínútur á þriðjudaginn og núna 6x6 mínútur aðeins hraðar, alveg 3:45 pace. Og já, þetta er bara allt að koma hjá mér, sko. Ég er nýbúin með bílinn í djúprinsun á sætum af því það var först svitalykt í honum. Fyrsta sem ég geri er auðvitað að setjast sveitt í hann aftur en ég fann allavega krónupoka. En nú er það bara heim í sturtu. Cuando yo debí salir después, otra vez a la pista, no sabía qué ganaría. Þá maður búinn að pakka sér, hoppa inn í ræktina og svo gunna á Hvolsvöll. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Come on. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. And from tomorrow, the terrain is just like everything. It's smooth, it's annoying, it's black and white and everything. So. Alright, það komið að þessu. Ég að sjálfsögðu smá sein. Það ekkert nýtt. Það 3 atriði sem að ég stressa yfir. Númer 1 að stassa sig. Ég að hjóla að því ég er meidd og ég ætla ekki að stassa mig á hjólinu og framlengja ennþá meira þetta meiðslatímabil. Númer 2 að sprengja dekk. Ég bara hef aldrei, jú, ég gert þetta ekki, en þú veist, það væri ekki gaman. Og Eyjó búinn að kenna mér hvernig á að gera við þetta dekk. Og svo finnur við gatið, ýtir niður, svona, og svo snögt yfir. Það bara gatið farið. Þessa, þannig, og svo herðir til að stoppa. Já, en þetta komið bara. Já, og hertu núna. Og svo herða. Og losa. Og er dekkið ekki hert núna? Já. En vonum að það gerst ekki. Og þriðja að þurfa að pissa. Þú veist, ef ég í einhverju grúppu og í spreng, þá það ekkert bara að hoppa út í runna eða á salerni. Heldur þarf maður að fara úr treyjunni og úr axlaböndum
og finna okkur stað og setjast niður að pissa og þá er sko grúpan farin. Þannig sjáum hvernig þetta fer hjá mér. Bara það er bjútara veður, algjört logn og nú er að drífa sig á startlínuna. Þú þarf að vera góð með mér í dag. Lokar á Hafdís. Það er bara það gaman. Geggjað. Og Andrea Kolbeinsdóttir, aldeilis þekkt fyrir að vera langhlaupa og utanvegskona og landsliðskona í frjálsum. Þannig að það var gaman að sjá hana. Hún endaði í 6. sæti í 200 km elitflokknum. Óþolandi þegar fólk eins og hún getur bara allt. Herði, og svo fljótlega þá ætlum við að sjá Martin Kjellmar. Hann er 3. kallinn í opna 200 og svo Marius Røren frá Noregi. En sjáu að þetta er greinilega ekkert erfitt fyrir Andreu. Hún þarf bara hjóla og hraða næst held ég sko. Hún er skælbrosandi. Ég þarf að heyra þessa sögu af þessu hérna ferðalagi hjá henni. Það geta eðlilega góður árangur. Þetta er búið. Sæll. Þetta var svo geðveikt. Ég var bara eitthvað í skýjunum allan tíman. Allt þetta þrenna sem ég hafði áhyggjur af kom ekki fyrir. Slasaðist ekki. Eða bara datt, jú ég datt einu sinni en það var mjög vægt. Sprengdi ekki og þurfti ekki að pissa. Vissulega sparaði ég aðeins það að drekka en þess virði. En hins vegar var ég ekki hrædd. Eitt sem ég nefndi sem ég hélt ég þurfti ekki að vera hrædd og hef aldrei bara gerst við mig ever. Bara keðjan á hjólinu losnaði eftir 10 kílómetra og ég hef bara ekki snert keðju á ævinni þannig ég svona fríka smá út og finn svo sem fljótt út úr því hvernig á að laga þetta en það tók samt alveg svona meira en þú veist, ég veit ekki, 30-40 sekúndur eða eitthvað og það var eftir 10 kílómetra og planið var að bara hanga í fremstu konum eins lengi og ég gat og ég bara nothing to lose og bara ég var ógeðslega spennt að það byrja meira upp í móti og ég er góð upp þannig það hefði verið svo ógeðslega gaman að vera ég bara elska að vera fyrir aftan og vera í hóp og fá draftið og já, sjá hversu lengi það myndi já, bara var svo spennt þess að það sem ég elska að hlaupa í en að keppa í svona keppni er að vera með fólki en þess að eftir þessi 10 kílómetra þegar keðjan losnar þá er ég bara ein alla restina, sem sagt 180 rúma kílómetra er ég alein allan tíman. Auðvitað eru kallar ykkur að taka fram á mér og maður stundum að pikka upp nokkra konur úr þessu fremsta holli. En þetta var bara eitthvað svo fallegt, nú er skýjað en það var bara, þú veist, alveg heiðskýrt og bara sturla fallegt. Ég bara mæli með þessari leið. Ég vildi að ég hefði verið með GoPro til þess að taka upp á leiðinu, þetta sturlað og bara vákata gaman. Enda 7, bara 5 útlenska konur undan mér á rétt undir 8 tímum. Þannig ég er helvítið sátt með daginn. Núna beint í heitapottin. Shit, hvað ég er stíf í bakinu og herðablöðunum. Jæja, ég er núna að fara að keyra vestur á Flateyri í afmæli í kvöld og svo labba Hottstrandir mánudag og þriðjudag með vinkonum mínum. Og svo er einmitt Íslandsmótið í gravel líka á Vestfjörðum næsta laugardag. Þannig það tekur ég ekkert að fara í bæinn. Ég ætla bara að vera eftir þar. Og ég er náttúrulega ekki að fara á mínum bíl með 260 km dregni eitthvað á Vestfjörði. Þannig Egill, Kia-kóngurinn sjálfur, er búinn að græja þennan bíl handa mér. Eru það að sjá þetta? Þetta er svo fallegt. Þannig, já, þá hefst bara næsta ferðalag. Ég er vissulega með öll fötin mín svona hálf blaut eftir að ég sett á vart þurrkaran á bara korter í nótt. En það reddast. Maður varð að nýta ferðina
Fyrst maður var nú að keyra fram hjá. Það var samt í alvörunni á planinu að labba Esjuna og með hringingarvesti. En já, bara mjög sátt með líkamlega eftir gærdaginn. Magna hvað svona hjól tekur minna úr manni en hlaupahækin. En ég er bara nokkuð fersk. Það verður gott að kveikja aðeins á niðurhlaupsvöðvunum hérna að labba niður. Ég hef ekki gert það bara forever. Og já, svo æfa staðina. Styttist í Ósesjö. Þannig þá verður maður með stafi líka þar. Ég íhugaði alveg að sleppa að setja þetta 15 kílóa vesti á mig. Ég hef aldrei notað svona úti áður og er ekkert eðlilega stíf í herðunum eftir hjólið í gær. En svo er svona, þetta verður allt í lagi. Svo er þetta svona smáþrótt. Ég kom með bara svona spennu upp í heila. En svona pointið með því að vera með þetta fyrir mig núna er að svolítið svona hámarka fjallageinsinn en lágmarka högginn. Þannig við tökum smá herðabólgu. Svo er ég búin að vera að reflekta eins á gærdaginn að því ég er svo bara ógeðslega ánægður með þetta. Þú veist þarna eftir þessar rúmu 10 kílómetra þegar ég missi af fremstu konum þá er bara svona fyrstu viðbrögðin bara ó nei, núna verður þetta bara ömurlegt af því að ég svona hef allt asnalega erfitt með það að vera ein og ég hugsa alveg bara á ég bara að vera með þú veist seinni grúppunni til að vera með einhverjum en svo er bara nei þetta er góð æfing fyrir mig og þótt að þessi hjól ekki hlaup þá já, var ég bara svo ánægð hvað ég náði allan tíman að vera bara mista aldrei hausinn og svo bara eitthvað í rúma 7 tíma bara eitthvað ein að bara tíminn leið bara ógeðslega hratt og þetta var bara geðveikt og þótt að þessi ekki hlaup og ég var ekki með neinar kröfur á mig þá bara minnir þetta mann á hvað bara væntingar sem maður setur á sig ándjóks bara að drepa allt og að þú veist þegar maður er að undirbúa sig fyrir bara stórt hlaup sem maður er búinn að hugsa í marga vikur og hvíla fyrir það og bara ætlar samt sig vel og bara ég er búinn að sjá fyrir sér að lenda á palli og svo kemur að hlaupinu og það er kannski bara 10 konur undan mér þótt sé bara nóg eftir hlaupinu þá bara svona koma bara svona einhver kvíðaviðbrögð eða hafa verið að koma einhver svona kvíðaviðbrögð fram hjá mér að bara hálsinn þrengist, maginn herpist og bara ég missi bara alveg hausinn, langar ekkert að vera þarna og bara já, þetta meikir kannski engan sens þegar þetta hefur ekki gerst við ykkur en þetta bara, já og þetta var maður ekki með neinar kröfur eða væntingar sig við sig í gær, þetta var bara forvitin að sjá hvað ég gæti og bara hafa gaman. Þannig ef ég geti yfirfært það yfir að hlaupin, þá væri það snilld. Af því þú veist, þegar ég er að keppa á Íslandi, þá bara ég hlaupa með Gretar eða Agli og ég bara, þetta er ekki eðveikt, þetta er akkurat það sem ég á að vera og er bara í núinu og bara líður vel. Þannig, af því að sem sagt, þegar ég er ein, þá bara fyrir hausinn bara fullt og ég fyrir ofhugsa og ég bara eitthvað einu hugsununum mínum bara eitthvað ég er ekki nógu góð og bara eitthvað ég get ekkert verið professional hlaupakona þegar það er bara eitthvað 10 konur og undan mér og eitthvað bara eitthvað svona háralegt þannig maður er að vinna í því að hætta að vera svona vondur við sig það gerist engum gott. Það fer sko engin skítur í nýja sína. Ég er aðeins á eftir áætlun en ég verð að hoppa inn í sánuna í Borgarnesi og mikið með aðeins. Ég veit að Þórdís, afmælisstelpa,
Fyrirgefur mér það að vera smá sein. Viljið þið sjá samt. Eitt ótrúlegt. Sko 600 kílómetra dregna á þessum bíl. Hvað sést það? Æ, þið verður bara að trúa mér. Mætt á Flateyri. Það að sjá hvað þetta er fallegt. Nei, hætti nú alveg. Sýnarinn, hvað? Jæja. Til hamingju með afmælið! Það sem ég elska við að vera að æfa fyrir úrslitahlaup er að mér líður bara eins og allt hjálpi til við það, þú veist, fara í svona langa göngu, það er 200 kílómetra snabbt, svona já, ég var að betra fyrir úrslitahlaup, en þú veist, þegar við værum að æfa fyrir 5 kílómetra götu, þá er þetta svona að vera aðeins að skemma æfingaplanið, en þetta er allt bara í æfingaplaninu. Stelpur, það má ekki bjóða okkur smá lifur. Nei, þetta er munurinn að þér og okkur. Fínast útsýni. Þetta er gæðvegt. Annars borða ég líka kex. Og það var brauð með þessari lifur. Þannig að held ég ekki að ég sé algjör. En það stelpur. Sko, við erum ekki búin að vera á einum stíg. Stelpur. Já. Mér var aðeins spurning. Jú, obviously. Chilling þarna. Allir að kíkja á okkur. Núna er þetta eins og hundar. Þetta er alveg svo vipputinn minn. Grínast, hvað þetta eru sætir rebbanóðrar í einhverjum hval stöðvar rústum á Hesteyri. Jæja Þórdís, hver var grefafjöldinn á afmælisdaginn? Vá, ég skal segja. Er eitthvað djúpt á sig hérna? 39.996. Já, sæll. Það hefði verið gaman að taka 4 í viðbót. Farðu út. Þú pissar fyrir mig eftir ykkur tímann. Og með þessu segjum við góða nótt og loka orð. Like and subscribe! Og þú fallar hinum einn. Góða nótt, like og subscribe.